Ég held að íslenski knattspyrnumenn séu svona almennt séð að standa sig ágætlega hvað næringu varðar fyrir leik og keppni og svo náttúrulega á meðan leik og keppni stendur þá ekkert alltaf auðvelt að næra sig, þá það helst vatn eða eitthvað slíkt en það sem ég held að vanti hvað helst upp á hvað menn gera síðan eftir leik og keppni. Og hvað þetta svona í stuttum máli sem menn að borða? Þá eftir, það bara almennt. Það bara almennt gott mataræði eða svona almennt séð og síðan kannski eftir leik eða æfingu eða leik þá kannski ekki endilega hvað þú ert að borða sem skiptir máli. Jú, það skiptir mjög miklu máli að fara ekki og fá þér hamborgara sem stútfullur af sósu og franskar og kótisósu og allt þetta. Heldur það kannski að ná inn næringunni sem fyrst, þannig að þú sért að hlaða líkamann sem allra fyrst eftir æfingu og keppni. Því þá ertu raun og veru að leggja inn fyrir næstu æfingu og næstu keppni. En nú það sem þú ert búin að taka saman, kallast eiginlega fótboltamatur. Ekki hægt að fara eftir þess að maður í sundi eða frjálsíþróttum eða körfubolta eða einhverju öðru? Jú, það eru svona, í grunninn eru þetta sömu reglur. Þú, til dæmis eins og í bókinni kemur fram að svona 2 til 3 tímum fyrir leikakeppni þá næristu. Og það það sama til dæmis fyrir mót í frjálsum eða fyrir sundkeppni. Þú borðar ekki rétt fyrir leik eða keppni. Þannig að þetta eru sömu atriðin og svo þegar æfing eða leikur eða sundmót eða sundkeppni eða frjálsíþróttamót búið eða einhver grein búin, þá skiptir miklu máli að nærast til þess að leggja inn fyrir næstu keppni og næstu æfingu. Þannig að grunnreglurnar í mataræði flestra íþróttagreina, þá sérstaklega úthaldsíþróttagreina, þær eru nánast þær sömu. En þetta snýst fyrst og fremst það, hvað þú ert að setja ofan í ekki hversu mikið endilega? Þetta kannski tvennt, það bæði tímasetningar, þannig að þú sért ekki að láta eins og fyrir leikað keppni, að þú sért ekki að láta matinn þvælast fyrir árangrunum og svo kannski eftir þessa hluti eins og æfingu eða mikilvægan leik og erfiðan leik að þú sért að setja á ákveðnu tíma þannig að þú látir ekki neitt tíma líða sem stistan og eins líka svona almennt séð að þú sért bara í svona venjulegum heimilismat og sért ekki að stoppa í sjoppunni, þú sért ekki að fá þér pylsu með remólaði eða hamborgara með hamborgarasósu, heldur sért að velja svona almennt séð bara, þú veist kannski þarna með fisk, þú veist með kartöflur og salat og eitthvað slíkt. Eitthvað að lokum? Já, bara fara inn á fótboltamatur.com.